Hvar finn ég Google Classroom og hvernig opna ég hann? Halló og velkomin! Í þessu fyrsta myndbandi ætlum við að skoða hvernig við finnum Google Classroom og opnum forritið í fyrsta sinn. Þetta skref er mjög mikilvægt bæði fyrir kennara og nemendur, því ef við komumst ekki inn getum við ekki gert neitt meira. Það getur líka verið gott fyrir ykkur sem kennara að sýna þetta myndband fyrir nemendur sem að byrja að nota kerfið. Skref 1. Opna Google. Fyrst förum við í vafrann. Ég mæli alltaf með að nota Google Chrome þegar við vinnum í Google Classroom því það tryggir að allt virkir rétt. Við förum á slóðina google.com. Það skiptir máli að vera skráður inn með Google-reikningi. Þetta er yfirleitt netfangið ykkar. Ef þið sjáið ekki netfangið ykkar efst í hægra horninu, hér, þá smellið þið á Sign in eða skrá inn og veljið ykkar netfang. Skref 2. Að finna Google Classroom. Næst skoðum við Google-forritin. Þau eru falin í tákni efst í hægra horninu. Þetta eru 9 punktar í ferningi og kallast Google Apps. Smellið þar, skrollið niður Ef Classroom birtist strax, smellið á það. Ef Classroom er ekki sýnilegt strax sem gerist stundum hjá nýjum notendum, þá getið þið líka skrifað slóðina beint inn classroom.google.com. Það er mjög gott að muna þessa slóð, sérstaklega ef þið eruð að hjálpa nemendum. Skref 3. Skoða fyrstu síðuna í Classroom. Þegar þið opnið Classroom í fyrsta skiptið þá er skjárinn auður. Það er vegna þess að þið eru ekki komin inn í neinn bekk. Neðst á síðunni eru 2 valmöguleikar, Join Class. Þetta nota nemendur þegar þeir fá kóða frá kennara til að komast inn í bekk. Og Create Class, þetta nota kennara til að búa til nýjan bekk. Við ætlum í næsta myndbandi að skoða nákvæmlega hvernig við búum til bekk, hvernig nemendur ganga í bekk með kóða. Ég hef sjálf notað þessa fyrstu kennslustund í Google Classroom með nemendum. Og það er mjög gott að sýna þetta í gegnum skjámyndir eða skjáupptöku, því nemendur fá oft á tilfinninguna að þetta sé flókið. En þegar þau sjá þetta svona skýrt, þá lærir hópurinn þetta mjög hratt. Ég hef líka sett slóðina classroom.google.com á veggspjald í skólastofunni, þannig að nemendur muna þetta alltaf. Þetta var fyrsta skrefið okkar í Google Classroom. Í næsta myndbandi ætlum við að skoða hvernig við búum til nýjan bekk og skoðum allar stillingar sem fylgja því. Takk fyrir að fylgjast með.